Saga raforkusamninga á Íslandi er bæði löng og merkileg. Þessa mundir eru ríflega 50 ár síðan Búrfellsstöð var reist og fyrsti viðskiptavinurinn, álverið í Straumsvík, tók til starfa. Stærstu samningar okkar hafa lengst af verið tengdir álverði og voru mikilvægur liður í uppbyggingu iðnaðar hér á landi. Álmarkaðir hafa hins vegar þróast á annan veg en vænst hafði verið og hagfelld þróun ekki gengið eftir. Þannig hafa orðið miklar breytingar á þessari öld og álverð ekki haldið í við verðlag. Þá skiptir einnig miklu að hluti Kína af heimsframleiðslunni hefur farið úr 10% aldamótin í tæp 60%. Landsvirkjun er í eigu þjóðarinnar og hefur það hlutverk að hámarka afraksturinn af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúa fyrir. En þróunin á álmörkuðum hefur haft það í för með sér að eldri samningar með áltengingu hafa ekki verið hagfelldir og geta í sömu tilfellum verið undir kostnaðarverði við framleiðsluna. Þá hefur það sýnt sig að samningar með annars konar markaðstengingu og sem eru tengdir orkuverði á norræna raforkumarkaðnum, Nord Pool, sveiflast mjög mikið. Og þessar sveiflur geta verið erfiðar bæði fyrir Landsvirkjun og viðskiptavini. Árið 2020 var hinn fullkomni stormur á Nord Pool og verð fóru niður úr öllu valdi. Þannig fekk Landsvirkjun einungis $10 á megawattstund fyrir raforkuna á síðasta ári, en áltengdi raforkusamningurinn hefði gefið $20 á megawattstund, þrátt fyrir krefjandi aðstæður á álmörkuðum. Er hér átt við raforkusamningana 2 sem voru gerðir opinberir nýlega. Á fyrstu 2 mánuðum þessa árs var verð á Nord Pool $55 á megawattstund, sem er yfir 100% hækkun frá sama tíma í fyrra. Framvirki markaðurinn er fremur þunnur og nær einungis örfá ár fram í tímann þar sem annað erfitt getur verið að verja samninga með slíka markaðstengingu. Að jafnaði er þá búist við að verðtengd Nord Pool séu hærri en í raforkusamningum Landsvirkjunar almennt. Nýverið var skrifað undir rafmagnssamning við Rio Tinto og ef til vill má segja að þar hafi verið skrifað nýr kafli í sögu raforkusamninga á Íslandi. Langa hríð hefur Landsvirkjun haft að keppikefli að lágmarka áhættu rekstrinum og hafa fastverð samningar sem jafnframt eru verðtryggðir verið ákjósanlegastir. Þannig er uppistaðan í nýjum samningi við Rio Tinto, sem er einnig með áltengingu á litlum hluta sem gerir viðskiptavininn betur í stakk búin til þess að takast á við sveiflur. Viðskiptavinnirnir eru hornsteinninn í starfsemi okkar og það er því mikilvægt að við aðlögum starfsemina að breyttum þörfum og gerum okkar til að styðja við viðskiptavinnin þegar á móti blæs. Skýrsla Fraunhofer staðfestir samkeppnishæfni Landsvirkjunar og Íslands þegar kemur að raforkuverðinu. Vöxtur, ál og kísiliðnar hér á landi á síðastliðnum 10 árum staðfestir þetta. Auk þess sem ný kynslóð viðskiptavina, svo sem gagnaver, hafa verið að hasla sér völl hér á landi. Og viðskiptavinaflóran hefur aldrei verið fjölbreyttari. Leiðarljósið okkar til framtíðar verður áfram samkeppnishæfnin og endurspeglast í því hvernig raforkusamningar hafa verið að þróast.